bókun þeirra undir 3. dagskrárlið. Gjörðu svo vel. Forseti, hér sem sagt bókun sjálfstæðismanna undir liðnum kynbundin tillögur aðgerðaáætlun varðandi kynbundinn launamun sem hér segir: samkvæmt úttekt mannauðsnefndar fyrir árið 2012 hefur kynbundinn launamunur farið minnkandi í Reykjavíkurborg. Hins vegar gefa aðrar kannanir, svo sem frá heildarsamtökum stéttarfélaga háskólamanna og BSRB, vísbendingar að kynbundinn launamunur fari ekki minnkandi. Sú staðreynd að kynbundinn launamunur viðgengst í stærsta sveitarfélagi landsins alvarlegt og ber að bregðast við af festu. Það vekur furðu hversu langan tíma það hefur tekið meirihluta borgarstjórnar að bregðast við stöðu sem hefur legið fyrir frá byrjun kjörtímabils. Of löngum tíma var leyft að líða í stöðumat og úttektir mismunandi starfs- og aðgerðarhópa. Því ber þó að fagna að tillögur aðgerðir hafa nú loksins litið dagsins ljós. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks vona að aðgerðir kynbundinn launamun muni skila tilætluðum árangri og lýsa sig reiðubúna til þess að leggja sitt af mörkum til að svo megi verða. Þá hefur Hildur Sverrisdóttir, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, gert grein fyrir bókun undir öðrum dagskrárlið. Þá má bjóða fulltrúa Sjálfstæðisflokksins gera grein fyrir bókun sem undir 3. dagskrárlið, ekki sagt. Úthlutun, já, gjörðu svo vel. Okay. Það einhvern svona. Á síðasta kjörtímabili var úthlutað lóðum til ásatrúarmanna, rússnesku rétttrúarkirkjunnar og Búddistafélagsins á Íslandi. Tekið undir endurskoða þarf ákvæði laga kristnisjóð sem að gera sveitarfélögum skylt að leggja til ókeypis slóðir undir kirkjur og tilbeiðsluhús án endurgjalds. Þau ákvæði eiga ekki við í dag, enda má búast við því í fjölmenningarsamfélagi nútímans að trúfélögum fjölgi jafnhliða fjölgun þeirra sem enga trú iðka. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks styðja fjölmenningu, fjölbreytt trúarlíf og jafnræði borgarbúa. Endurskoðun fyrrgreindra laga að þessu leyti mun styðja það. Takk fyrir það. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og segi honum slitið klukkan 17:53 og ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.